Gott að sjá okkur í dag. Við ætlum að byrja á því að kveikja á 3 kertum í dag. Við kveikjum einu kerti á, hans koma nálgast við, sem fyrstu jól í jötulá, og Jesú barnið er. Við kveikjum 2 kertum á, og komu bíðum hans, því Drottinn sjálfur soninn þá mun sendi líking manns. Við kveikjum 3 kertum á, því konungs beðinn er. Þótt Jesús sjálfur jött og strá, á jólum kyssir sér. Amen. Halleluja. Við ætlum að lofa Guð í dag. Og það er frjálst að standa, sitja, dansa, klappa, lyfta upp höndum og lofa hann. Halleluja. Takk, Jesus. Praise in the valley, praise on the mountain, praise when I'm sure, and praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded, 'cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it, and praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is to shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise 'cause you soared, praise 'cause you reigned, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul.
okkur í dag. Við erum kirkja sem elskum Guð og við elskum fólk. Amen. Og við þráum að sjá alla, konur og menn, komast til trúar á Jesú Krist. Jesús drottinn, Jesús Guð. Jesús kom í heiminn og dó fyrir syndir okkar til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Amen. Og tilgangur okkar að ná til fólks og leiða til trúar á Jesú Krist. Að vera kirkja sem hefur áhrif á umhverfi okkar með Jesú Krist að leiðarljósi. Við þráum að sjá Ísland fyrir Krist. Amen. Og við erum komin saman í dag til að lofa hann. Lofa nafni hans, lyfta hans nafni upp. Og ég hvet ykkur til að leggja allt annað til hliðar. Setjum augu okkar hann og lofum hann. Amen. Lofum Jesú í dag og væntum þess að hann mæti okkur í dag. Væntum þess að hans orð talin í líf okkur í dag. Amen. Verum eftirvæntingafull fyrir því sem hann vill gera. Amen. Það sem framundan núna á næstu 2 vikum, á þriðjudaginn núna klukkan 6 bænastund. Það bænastund þar sem við komum saman og við biðjum saman fyrir kirkjunu, við biðjum saman fyrir landi og þjóð, fyrir unglingunum okkar, fyrir ríkisstjórnin okkar, bæjarstjórninni. Við bara biðjum saman fyrir því sem að Guð leggur okkur á hjarta. Og það gerist ekkert nema fyrir bæn. Við þurfum að biðja, við þurfum að knýja á. Amen. Þannig á þriðjudaginn klukkan 6, opið fyrir alla, þá komum við þarna saman og við biðjum saman. Amen. Næsti sunnudagur verður með aðeins öðruvísi sniði. Það verður aðventustund hér. Við ætlum að dekka upp á borð hérna og við ætlum bara að hafa yndislega og góða, skemmtilega svona fjölskyldustund saman. Við ætlum að syngja jólalög, við ætlum að hafa gaman, fá kakó, heitt kakó og smákökur og eitthvað. Og ég heyrði af því að það var einhver rauðklæddur sem ætla mögulega að mæta. Þannig að þið vitið af því. Takið börnin ykkar með og eigum bara yndislega stund saman svona rétt fyrir jól. Amen. Svo kemur aðfangadagur. Miðvikudeginum þar á eftir 24. desember fyrir þá sem ekki vita. Þá ætlum við að koma hér saman klukkan 16:30, 16:30 í fínasta pússin okkar. Áður en við förum heim og borðum jólamatinn og opnum gjafirnar og allt það, þá ætlum við að koma hér saman og eiga yndislega stund saman. Ætlum að hlusta og heyra jólalögin, ætlum að heyra jólaboðskapinn og eiga bara þetta svona hátíðastund. Þetta cirka 45 mínútur, þannig að allir ná heim í steikina fyrir klukkan 6. Þannig ég hvet ykkur að koma þá aðfangadag klukkan 16:30. Það er gott einhver hlustar á mig. En áður en við höldum áfram þá ætlum við að lyfta upp bænarefnum okkar til Guðs. Það ég er með nokkur bænarefni hér á miða sem að bara nálægt okkar fjölskyldu. Kona sem að ung kona sem nýkomin úr stórri aðgerð á höfði, hefði með heilaæxli. Þetta þvílíkt álag, hugsið ykkur með heilaæxli. En sem betur fer tókst aðgerðin vel. Ef við viljum lyfta henni upp í bæn að hún megi ná sér að fullu og fullkomna lækningu. Ungur drengur, 16 ára gamall, nýkomin úr aðgerð þar sem hafði þurft að spengja alla hryggina á honum. Hugsið ykkur 16 ára gamall. Og hann svo kvalinn og þetta tók svo miklu meira á hann heldur en að hann átti von á. Við þurfum að lyfta honum upp í bæn. Standa með honum og treysta því að Guð grípi inn í og hann komi með lækningu. Systkini hans 2 eru með sama sjúkdóm og hann. Við þurfum að biðja heilbrigði yfir þessa fjölskyldu. Kona sem nálægt okkur, sem búin að vera að berjast við krabbamein, búin að vera mikið veik. Það eru aðilar í kringum okkur sem hafa mist ástvini. Og þeim finnst það óréttlátt. Það sorg í hjarta þeirra. Eftirsjá. En Guð getur gripið inn í. Guð getur komið með lækningu. Hann getur komið með frið inn í kringumstæðurnar. Þannig við þurfum að lyfta þessum einstaklingum líka upp. Og svo kannski þú með einhver bænarefni í þínu lífi. Einhver í kringum þig sem að berjast. Þú kannski að berjast. Og við viljum bara standa saman núna og lyfta því upp til hans. Það segir í Jakobsbréfinu 5:16.
Biðjið hvert fyrir öðru til þess að þið verðið heilbrigð. Kröftug bæn réttláts manns megnar mikið. Rómverjabréf 5:1 segir, við erum réttlætt af trú. Réttlætt af trú höfum við því frið við Guðsakir drottins vors Jesú Krist. Réttlætt af trú, við erum réttlátt í augum Guðs. Við erum réttlætt af trú. Og fyrra Pétursbréf 3:12 segir, því að augu drottins hvíla á réttlátum, á mér og þér, af því að við trúum á hann og við erum réttlátt í hans augum. Síðan segir, og eyru hans hneigjast af bænum þeirra. Hugsa ykkur, augu drottins á mér og þér, af því að við erum réttlátt. Og eyru hans hneigjast af bænum okkar. Hann hlustar á bænur okkar. Hann hlustar á það sem við höfum að segja, það sem við þörfnumst og verum að berjast við. Og hvað er það í dag sem að þú vilt biðja fyrir? Hvað er það í dag sem að þú ert að berjast við? Hvað er það í dag sem að þú þarft að lyfta upp til hans? Við skulum rísa saman upp á fætur og rísa á fætur og við skulum biðja saman og við trúum því að drottinn heyrir bæn okkar. Við trúum því að hann svari bænum okkar. Við trúum því að hann gerir kraftaverk í dag. Og drottinn Jesús, við komum fram fyrir þig. Við lyftum upp þessu fólki sem ég nefndi, drottinn Guð. Konunni sem var að koma úr aðgerð út af heilaæxli. Drengnum, drottinn Guð, sem var að koma á spengingu. Systkini hans, drottinn Guð, sem að þurfa á lækningu að halda. Kona sem er að berjast við krabbamenn, drottinn Guð. Fólki sem að hefur mist ástvini, drottinn Guð, og kvíður fyrir tímanum sem að kemur, drottinn Guð. Hvað eru allt það sem að við erum að berjast við í dag, drottinn Guð? Við lyftum því upp til þig. Þú þekkir hjört okkar, drottinn Guð. Þú þekkir líf okkar. Þú þekkir það sem að við erum að berjast við, drottinn Guð, það sem við stöndum frammi fyrir. Og við biðjum að koma lækningu inn í líf okkar. Við biðjum að koma lausn inn í líf okkar, drottinn Guð. Við biðjum að setja fangan frjálsa, drottinn Guð. Brjóttu lekkinn sem að halda okkur niður. Komdu með bænasvörin inn í líf okkar, drottinn Guð. Við hrópum á þig, Jesús. Við þráum bara að tegja okkur til þín og snerta við klæðafald þínu, drottinn. Snerta við hjarta þínu, Jesús. Og við bara biðjum þig að þú kom með lækning og lausn, drottinn Guð. Við þökkum þig fyrir að það segir í þín orði og fyrir þína benjar, Jesús, þá erum við heilbrigð. Fyrir þína benjar, Jesús, þá erum við heilbrigð. Þú segir í þín orði, við getum beðið, við getum að biðja fyrir sjúkum og þeir munu verða heilir, drottinn Guð. Og við bara biðjum fyrir öllum sem sjúkir eru, drottinn Guð. Við biðjum þína lækningu, þína lausn, drottinn Guð, og þitt kraftaverk í Jesú nafni. Amen. Amen, amen, amen. Halleluja. Vitið, Guð er lifandi Guð. Hann er persónulegur Guð. Hann er svo sami í dag og í gær og alla eilífð. Og segir í hans orði að Jesús, hann gekk og læknaði og græddi alla og leysti það sem voru undirökuð djöflunum. Og hann er svo sami í dag. Hann gerir kraftaverk í dag og hann mætir okkur í dag. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Og við trúum og treystum á kraftaverka Guð. Halleluja. Halleluja. Áður en við höldum áfram í lofgjörð, þá vil ég segja að þessi kirkja, vegurinn, hann er byggður upp á gjöfum þeirra sem að tilheyra kirkjunni. Gjöfum mínar gjafir og þínar gjafir. En við þurfum ekki að gefa, það er engin kvöð að gefa, heldur er eitthvað sem við veljum. Við viljum gefa, við viljum byggja upp þessa kirkju. Það segir í Mattheusar Guðspjalli 7. kafla, versi 19-21. Safniður ekki fjársjóðum á jörðu, þar sem mölur og rið eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safniður heldur fjársjóðum á himni, þar sem hvorki eyðir mölun er rið og þjófar brjótast ekki inn og stela. Síðan segir, því hvar sem fjársjóður þinn er, þar mun og hjarta þitt vera. Það sem að fjársjóð þinn er, þar mun og hjarta þitt vera. Hvar vill ég safna mínum fjársjóð? Hvar vill ég að hjarta mitt sé? Ég þrá að sjá kirkju Guðs vaxa á Íslandi. Ég þrá að sjá alla sem að fyrir utan standa að komast til trúar á Jesú Krist. Að sjá Ísland fyrir Krist. Þá þurfum við að fara út með fagnaðarerindið. Þá þurfum við að segja öðrum frá. Þá þurfum við að halda úti kirkjustarfi. Og það kostar. Það kostar að reka kirkju. Og ef ég set fjársjóðinn í kirkjuna, ef ég gef inn í kirkjuna, þá mun og hjarta mitt vera með kirkjunni. Þá mun hjarta mitt vera hjá Guði, með Jesú. Þannig ég vil gefa okkur tækifæri í dag til að gefa inn í kirkjuna, að byggja fjársjóðinn í kirkju Jesú Krist á Íslandi. Að hjarta okkar
tilheyri honum og fylgi honum. Að fjársjóðu þeim mun vera það sem að hjarta þetta En við gefum ekki með nauðung, heldur gefum með gleði. Það ekki kvöð, heldur það val okkar að gefa. Amen. Þannig ég ætla að gefa ykkur tækifæri í dag til að gefa. Það eru upplýsingar hér fyrir aftan, bæði aurappið og bankaupplýsingar. Svo posi aftast ef þið viljið gefa þar. Enn og aftur, það engin nauðung, heldur það val okkar. Við veljum að gefa. Amen. Við skulum svo lofa Guði nokkrum lögum að hann Svafa, sem að fer fyrir TC-skólanum, hún ætlar að koma og tala til okkar í dag. Ég spurði hann áðan hvort hún ætlaði að vera með eldræðu yfir okkur. Hún sagði að hún væri svo settleið þegar hún var að tala. En heilagur andi hefur gefið henni orð. Guð hefur gefið henni orð til okkar í dag. Hann hefur smyrt varir hennar og smyr varir hennar og ég trúi því að hún tali hans orð hreint og ómengað og hans orð beittara hverju tvíeggjðu sverði. Hans orð breytir lífum okkar. Hans orð talar til okkar. Og ég trúi því að hún hefur orð til þín í dag. Þannig að opnum hjart okkar fyrir Jesú, lofum hans nafn, tilbiðum hann og verum svo tilbúin fyrir hans orð fyrir þitt líf. Amen. Guð blessi ykkur. I raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah louder than an unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. The King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. Watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Sing a little louder. 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 In the
in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. Halleluja! Halleluja! Takk Jesus. Halleluja. Halleluja. Faðir minn, við bara lofum því í dag, drottni Jesus. Halleluja, Faðir. Við lyftum upp okkar halleluja í dag, drottni minn og Guð. Yfir allar okkar kringumstæður, Faðir. Halleluja. 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 Halleluja, Jesus. Takk, drottni minn og Guð. Halleluja, Jesus. Þú ert meir en allt. Þú ert meir en allt, drottni minn og Guð. Takk, Jesus. Takk, heilagur Andi, að þú ert hér í dag. Og við fáum að lofa þig og dvelja í þinni nærveru í dag, drottni minn og Guð. Halleluja, Jesus. Takk, drottni minn og Guð, að við megum koma eins og við erum fram fyrir þig, Faðir. Við þurfum ekki að setja okkur í einhverja stellingar, Faðir. Eða breyta okkur á nokkurn hátt annan en að við leyfum þér að breyta okkur, drottni. Við megum koma fram fyrir þig, Faðir, og lofa þig í dag, drottni Jesus. Fyllt okkur að þér, heilagur Andi. Umvefðu okkur, drottni, með þínum kærleika, Faðir, í dag. Halleluja. Eins og hlýtt teppi, drottni minn og Guð. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Halleluja, Faðir. Þér sé lof, drottinn Guð, lofa sé þitt nafn. Leyf mér að tigna þig. Syngja lofsöng til þín og lofa þig. Leyf mér að tigna þig. Sólin rís, dagur nýr saminn. Ég syng þá lofsöng þinn á ný. Og hvað svo sem gerist á göngu þennan daginn. Gef mér að syngja þar til loðna skín. Þér sé lof, drottinn Guð, lofa sé þitt nafn. Leyf
daginn þann ég megnei meira og markið nálgast endaraug. Syng ég þig hjartans lof má heyra. Í himni Guðsum meilir þín telur. Ég sé lof drottinn Guð, lofa sér þig lag. Guð mér að tigna þig. Syng ég lofsöng til þín, lofa þig. Leyf mér að tigna þig. Ég sé lof drottinn Guð, lofa sér þig lag. Leyf mér að tigna þig. Syng ég lofsöng til þín, lofa þig. Leyf mér að tigna þig. Leyf mér að tigna þig. Leyf mér að tigna þig. Syng ég lofsöng til þín, lofa þig. Leyf mér að tigna þig. Leyf mér að tigna þig. Leyf mér að tigna þig. Hallelujah, Jesus. Hira la 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 do. Oh, við lofum þig, Jesus. Oh, við lofum þig, Jesus. Hallelujah. Hira la 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 do. Hira la 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 do. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Takk, Faðir. Ég elska þig, því þín miskunn aldrei bregst mér, og sér hver dag ég í hendi þér er. Sér hvern morgun ég vakna, þar til ég sofna á ný, og þá ég syng þinn góðvilja Guð. Og allt mitt líf þú trúr þínu, Jesus. Og allt mitt líf þá get ég treyst á þig, með hverjum andardrætti mínum, og þá ég syng þinn góðvilja Guð. Og röddin þín
sín þinn góð vilja Guð. Allt mitt líf þú trúr ekki, allt mitt líf þá get ég treyst á þig. Með hverjum andardrætti og þá ég sín þinn góð vilja Guð. Og þá ég sín þinn góð vilja Guð. Takk Jesús, takk Jesús, Þú ert Guð, þér einum ber, allt mitt líf því færið þér, söngva sem að mikla verkin þín. Útrétt hönd og hjarta mitt, gerðu Guð það sem þú vilt, því nærvera er mesta gleði mín. Helgurandi ráð þú ferð, gefa þér þín komin, gefa þér þín komin. Eitt bið ég eitt þrái ég, meir en allt í heimi hér, að dvelja í húsi þínu allt mitt líf. Ég vil vita allt þig, sleppi því sem hindrar mig, þér og Guð er helguð löggjöf mín. Ég brenna bil af ástríðu til þín. Sendur helgurandi helgurandi ráð þú ferð, gefa þér þín komin, gefa þér þín komin. Sendur helgurandi helgurandi ráð þú ferð, gefa þér þín komin, gefa þér þín komin.
hrífast af því hver þú ert. Öll svo fegur sem þú gafst mér sem minn vinur er svo ólík öðrum sem ég hef séð. Ég vil aldrei hætta að undrast návist þína. Ég vil alltaf hrífast af því hver þú ert. Öll svo fegur sem þú gafst mér sem minn vinur er svo ólík öðrum sem ég sé. Sendur helgur andi, sendur helgur andi ráð þú ferð. Gefa til þín komin, gefa til þín komin. Sendur helgur andi, sendur helgur andi ráð þú ferð. Gefa til þín komin, gefa til þín komin. Ég vil aldrei hætta að undrast návist þína. Ég vil alltaf hrífast af því hver þú ert. Öll svo fegur sem þú gafst mér sem minn vinur er svo ólík öðrum sem ég sé. Ég vil aldrei hætta að undrast návist þína. Ég vil alltaf hrífast af því hver þú ert. Öll svo fegur sem þú gafst mér sem minn vinur er svo ólík öðrum sem ég sé. Sendur helgur andi, sendur helgur andi ráð þú ferð. Gefa til þín komin, gefa til þín komin. Sendur helgur andi, sendur helgur andi ráð þú ferð. Gefa til þín komin, gefa til þín komin. Sendur helgur andi, sendur helgur andi ráð þú ferð. Gefa til þín komin, gefa til þín komin. Takk Jesus, takk Jesus, takk Jesus. Komið þína dyr, Faðir. Komið þína dyr, Jesus. Halleluja. Takk Jesus. Amen. Amen. Heilagur Jesús, loflyft þínu heilaga nafni upp, Drottinn minn. Lofaður ert þú, Jesús. Og Drottinn, ég bið fyrir þessa stund og ég þakka fyrir þessa lofgjörð, Drottinn minn. Og ég bið, Drottinn minn, að hjörtun sé undirbúin og tilbúin, Drottinn minn, og taka á móti því sem að þú hefur lagt á hjarta mitt, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir þú ert stórkostlegur, þú ert stór, þú ert mikill, þú ert undraverð Guð, Drottinn. Heilagur Jesús, ég ætla að lesa hérna eitt á ensku.
Og þetta nýstir, ég fékk þessa gjöf og þetta nýstir inn í hjörtun og þetta smýgur einmitt í gegnum merg og bein. If my attitude be one of fear, not faith, about one who has disappointed me, if I say just what I expected, if I fall a course, then I know nothing of Calvary love. Og þessi bók minnir mér reglulega á að þegar ég hæðist að einhverjum, tala illa einhvern, hugsa illa einhvern, að þá gleymi ég fórnardauða Krists. Þá gleymi ég hvers vegna við erum einmitt stödd hér í dag í aðventunni. Og hvað er aðventan? Aðventan er bið, hún er loforð eitthvað sem koma skal. Og einu sinni voru það að bíða eftir að Jesús myndi fæðast, í dag bíðum við eftir að hann komi aftur. Og við minnumst hans við komum saman til þess að muna það. Og aðventan er bið eftir því að drottinn birtist og að hann tali til okkar og oft er þetta hjá okkur sjálfum bið eftir því að eitthvað breytist, eitthvað bara færist úr stað. Og stundum er þessi bið ekkert sérstaklega þægileg, mjög oft. Ég er ein af þeim, mér finnst ekkert gott að bíða. Og það er ekkert rómantist við það að vera staddur einhvers staðar og vita ekki hvað er að gerast og hvað er framundan. Ég allan að fyllist óþreyju og finnst mjög erfitt þegar hlutirnir eru óljósir í lífi mínu. Og mér finnst að Guð hefur oftar en ekki þurft að setja mig á þannig stað til þess að umbreyta mér. Og kannski ert þú hérna í dag og ert í þessum aðstæðum þar sem einhvers konar bið, það þögn í lífið þínu og þú skilur ekki hvað það er sem Guð er að gera. Og þú er kannski beðið lengi. Ég hef átt þannig augnablik bænasvör sem hefur ekki verið svarað. Ég þurfti að bíða í mörg ár eftir að dóttir minn og ég við tölumst ekki við í 5 ár sem var mjög erfiður tími og stundum gafst ég upp, bara hreinlega gafst upp. En Guð vissi hvað hann var að gera. Guð er nákvæmur. Stundum þurfum við að bíða lengi eftir lækningu og göngum jafnvel fram í frekju og segjum þú átt að lækna mig, það stendur í orðinu. En vitið það, ef við hugsum Elísabetu og Sakaríu, að það var skömm á þessum tíma, foreldrar Jóhannes skírara. Þau voru öldruð, þau voru gömul, þau voru eiginlega búin að gefa upp vonina að eignast barn. Og á þessum tíma var ákveðin skömm sem að fylgdi því að eignast ekki barn, að vera óbyrja, að vera kona sem gat ekki gefið af sér líf. En Guð er nákvæmur. Og Jóhannes kom nákvæmlega á þeim tíma sem hann átti að koma. Ekki bænasvar á þeim tíma sem að ég vill að það gerist núna í dag og hvernig ég vill hafa það. Og það er svo gott fyrir okkur að muna þetta. Að þegar við auðvitað eigum að vænta þess að Guð leysi og við eigum að vænta þess að Guð lækni. En treystum honum fyrir hvernig hann gerir það. Og við og talandi bið, Ísraelsmenn þurftu að upplifa mjög langa bið. Sumir upplifðu ekki svar. Það var 400 ára bið. Frá því að síðasta bók Gamla testamentsins eða síðasta saga var sögð þangað til að Jesús kom. Þannig að þótt að við biðjum og væntum eitthvað, það getur vel verið að við sjáum það ekki hér, en við munum sannarlega upplifa það með Guði. Og þau höfðu engan spámann, það var engin ný opinberun, það var engin skýr rödd. Og Guð virtist algjörlega þögull. En hann var ekkert horfinn. Við verðum að treysta því að þótt að við sjáum ekki hlutin að gerast, að Guð er að vinna. Og hvað gerist þegar sumir eru dofnir, gerði ekki neitt, aðrir mistu vonina og einhverjir hætt að hlusta. En það voru aðrir sem héldu áfram að bíða og hlusta á Guð og heyra. Og við lesum það í Lúkasarguðspjalli í 2. kafla Símeon, maður sem að beið trúfastur. Og hvað segir Biblían hann? Að hann hafi verið réttlátur og guðrækinn og hann hafi vænst þess að Guð myndi frelsa Ísrael. Heilagur andi hafði sagt honum það.
að hann myndi ekki deyja fyrir hann sæi hinn smurða, Krist. Og akkur finnst mér þetta merkilegt? Mér finnst það svo merkilegt að hann vissi ekki hvernig og hann vissi ekki hvenar, en hann treysti Guði. Og hann var orðinn gamall þegar þetta rætist. Og hann vissi að, þú veist, ef við hugsum þetta þannig, að þegar við erum í biðinni, hvernig bíðum við? Hvernig bíðum við? Hvernig hlustum við á Guð? Hann lifði réttlátu lífi, hann var Guði þóknanlegur, allan tíman. Og það reynir oft á okkur í biðtímanum. Eru við Guði þóknanleg? Eru við réttlát? Ég vildi óska þess að ég geti sagt það að mín trúaganga með Jesú hafi bara verið slétt og felld og ég hafi alltaf verið til fyrirmyndar, en því fer fjarri, bara alls ekki. En Guð er náðaríkur sem betur fer og fyrirgefa okkur flest allt sem við gerum, komum til hans. Og biðin hjá Simeon var ekki afsökun fyrir sinnuleysi. Biðin var jarðvegur fyrir trúfesti. Og það leiðir okkur raunverulega stóru spurningun í aðventu. Hvernig lifum við þegar við skiljum ekki hvað Guð er að gera? Þegar Guð er þögull, hvað gerist þá? Hvernig lifum við þegar við höfum beðið Guð eitthvað og hann er seinn að svara? Hvernig lifum við þegar við erum sett í aðstæður sem við skiljum ekki? Þegar við upplifum að við séum í myrkri. Í Jesaja 45:3 segir, segir Drottinn, ég vil gefa þér hulda fjársjóði og falin auðæfi svo að þú skiljir að ég er Drottinn. Það er oft í myrkrinu, í óvissunni, í biðinni sem Guð er að vinna dýpsta verkið. Talandi það sem hann var að segja að með hvort ég kem með eldræðu. Ég hélt alltaf að ég yrði þannig predikari að Guð myndi nota mig, ég yrði mjög skemmtileg upp á sviði, ég myndi hlaupa og fanga salinn, en hvað gerir Guð? Ég er eins og stytta og þannig notar hann mig og ég held að sé vegna þess að ég verð ekki aðalnúmerið. Það er svo stutt í hégóman hjá mér, en það er í myrkrinu sem hann hefur umbreytt mér. Það er þar sem að faldi fjársjóðurinn hefur fundist. Þar sem ég er í óvissinu, þar sem ég er í örvæntingunni, þar sem að hróp mitt er. Þar sem ég skil ekki og ég veit ekki en ég vona hann. Það er svo erfitt að vera í myrkrinu. En það er svo gott að vera þarna með Guði eftir á. Og hvað tökum við með okkur úr myrkrinu? Og það er ekki endilega kringumstæðurnar sem breytast, en það er eitthvað innra með okkur sem breytist. Það er eitthvað sem hefur tekið, við höfum jafnvel verið á röngunni en Drottinn breytir því og setur okkur rétt út aftur. Og hvað gerir hann í myrkrinu? Hann mótar okkur, hann er að slípa okkur og hann er að draga fram eitthvað í okkur sem myndi aldrei koma fram ef allt gengur hratt og örugglega fyrir sig. En biðin er ekki auðveld. Vegna þess, af hverju er hún ekki auðveld? Að því að löngunin er svo mikil að við viljum að Guð gera eitthvað í lífi okkar og getur orðið svo sterk. Mér langar í mann, mér langar í barn, mér langar í hús, mér langar í þetta. Og þetta er raunveruleg þrá og Drottinn sér hana. En það er ekkert öllum bænum okkar svarað. Og við skiljum ekkert af hverju. Og fáum jafnvel ekki svör hér. Og það er svo hættulegt að þegar við höfum svona mikla löngun að við förum að stað og loforðið Ísak verður að Ísmael, að við búum til eitthvað, við gerum eitthvað sjálf í eigin mætti, við förum að stað og trúi mér, ég á margar þannig sögur. En Guð getur gert allt gott, en það sem hann hefur fyrir okkur er svo miklu betra heldur en það sem við reynum að þvinga fram, að koma fram í eigin mætti. Það er alltaf miklu betra það sem Guð gefur okkur, alltaf. Og við erum þetta að segja við Jóhann, ef við vorum að horfa á bíómynd sem við gáum síðan upp á að horfa á, við vorum að horfa á bíómynd Maríu Mey, kláruðum hann ekki, okkur fannst við að koma svolítið út fyrir Biblíuna.
allavega, ég sagði hann, aldrei hefði ég getað ímyndað mér að ég myndi á föstudagskvöldi sitja og prjóna og horfa á kristilega bíómynd. Það hefði ég ekki getað séð fyrir mér þegar ég var ung stúlka, eða þegar við vorum að byrja saman og finnast líf mitt vera fullkomið á svona stundu. En Guð vissi og Guð sá. Allt sem að ég var hrædd við og óttaðist var kannski það sem hann þurfti að draga fram og sýna mér var það besta mögulega fyrir mig. Ég fæddist inn í heim óreglu og fíknar, mikill ótti og mikill kvíði. Og ég man eftir jólum þar sem að mín stæðsta bæn var, ég var sett í fóstur til fjölskyldu minnar, að fá að hitta móður mína og ég fékk þessa bæn svaraða. Og ég man líka eftir jólum og ég man hvað ég var glöð og ég grét af gleði. Ég man líka eftir jólum þar sem ég var óttaslegin barn í þar sem neysla var mikið í kringum mig. Og ég man hvað ég var ofsalega hrædd við venjulegt líf. Ég hélt að væri eitthvað falið á bakvið þetta. Að fólk sem að væri ekki að berjast eða gera hitt eða gera þetta, að það væri eitthvað falið, það væri eitthvað skrítið. Þau örugglega færi bara inn á klósett og nöguðu handklæðin eða eitthvað. Það er ekki til svona fólk, ég trúði því ekki. En Guð veit að þetta var auðvitað hliðarveruleiki, þetta var ekki raunveruleiki. Svona líf á enginn að lifa. Við eigum, hann segir það, að hann er með líf og hann með fyrirætlanir, okkur til heilla en ekki til óhamingju. Og við megum taka á móti því. Og þegar við erum í myrkri þar sem við upplifum mikla sorg og mikið þrengsli í lífi okkar, að trúum því að hann er með fyrirætlan til heilla. Og áður en við vitum af að þá erum við kannski í þessum ótta, í þessu myrkri farin að ýta á dyr sem að eiga ekkert að opnast. Og ég hef áttað til að taka bara sleggju á hurð sem að hefur verið lokuð og þröngvinu upp, gjörsamlega mölbrotið hann og farið í gegn. Að þeim hefur Guð ekki nógu snöggur. Og það er ekki gott. Þegar ég hef leyft honum að fara með mig gegnum myrkrið, gegnum biðina, gegnum óvissuna og þegar hurðin opnast, það er eitthvað stórkostlegt. Það er eitthvað svo stórkostlegt. Við getum ekki einu sinni ímyndað okkur það. Vegna þess að það sem að hann hefur fyrir okkur alltaf miklu stærra, alltaf miklu betra heldur en það sem við sjáum fyrir okkur. Og í biðinni koma oft upp spurningar sem við komumst ekki hjá því að hugsa. Og mér langar að biðja ykkur að velta fyrir ykkur. Í hvaða aðstæðum reynist mér auðveldast að treysta Guði? Er það þegar allt er bara rosalega auðvelt og einfalt og þá veistu ég er elskuð Guði, lífið er svo gott og hann elskar mig og bara ég treyst honum. En svo þegar allt hrynur, hvenær er erfiðast að leggja eitthvað í hans hendur? Hjá mér hefur verið erfiðast að leggja í hans hendur börnin mín. Það hefur reynst mér svakalega erfitt. Og ég man í eitt skipti að það var elsta dóttir mína á mjög slæmum stað. Og í 3 mánuði þá grét ég og hverju einasta kvöld, allan daginn, ég grét svo mikið að það þurfti að setja mig á lyf, að ég gat ekki hætt að gráta. Bara gat ekki hætt að gráta. En ég gat ekki sleppt. Ég gat ekki sleppt og ég var alltaf að hrópa Drottinn, hjálpaðu mér að treysta þér. Og mér fannst það svo erfitt. Mér fannst það svo svakalega erfitt. En ég man þetta tímabil tók örugglega frá september og ég man einhvern tímann í desember að þá allt í einu áttaði ég mig á byrju, ég er búin að sleppa tökunum. Og það var svo mikið léttir. Og þá gat Guð farið að hjálpa mér. Hann komst ekki að í sársauka mínum, hann komst ekki að í ótta mínum. Myrkri fór ekkert. En lækningin byrjaði. Og hann læknaði mig og hann læknaði hann og hann læknaði. Drottinn er Guð kraftaverka. Hann læknar. En þegar við erum þarna
Og þegar við erum í óvissu, það þarf ekki að vera eitthvað sem svona nístir í gegnum merg og bein, það getur bara að vera óvissa eins og við kannski einhverju vita þá erum við í TSC að opna meðferðarheimili. Og ég ætla að opna 22. september. Já, það komið bara að lokum hérna í desember og ég vona við opnum í janúar, febrúar. En hvernig erum við í biðinni? Þetta ekki bið sem að nístir í gegnum merg og bein, þetta alveg skemmtileg bið, samt óvissa og flestir sem þekkja mig vita að ég elska framkvæma, ég bara gerir hluti. En hvaða tilfinningar eru hjá okkur? Eru við þolinmóð, eru við pirruð, lifum við í friði, eru við reið, eru við væntandi, eru við bitur í myrkrinu sem að Guð hefur sett okkur akkurat í? Vegna þess að viðhorf okkar í biðinni hefur áhrif á samband okkar við Guð. Dregur það okkur nær honum eða fjarlægust við? Við megum alveg vera reið. Ég hef oft verið mjög reið við Guð, en ég segi það líka bara við hann, þótt hann vitið alveg, en ég treyst honum. Ég segi hluti við manni minn og reið við hann af því ég treyst honum og ég má. En ef ég dvel í reiðinni og gremjunni, þá hefur það áhrif á okkar samband og það nákvæmlega sama með samband okkar við Guð. Og Guð hefur ákveðin vilja í líf okkar og þegar við bíðum, og þá segir þessi harmljóðin 3:25 segir: Góður drottinn þeim á hann vona og þeim manni til hans leitar. Sálmarnir 27:14 segja: Vona á drottinn, ver öruggur og hugrakkur, vona á drottinn. Og í lok Jesaja 30:18 segir: Sælir eru þeir á hann vona. Þegar Guð lætur okkur bíða það ekki vegna þess að hann að refsa okkur eða vegna þess að hann veit ekki hvað hann að gera. Hann bíður til að sýna náð og til að ná fram áætlun sinni, eins og með Elísabetu. Jóhannes átti að koma á undan Jesú og þeir átti að vera samferðamenn. Þess vegna þurfti hún að bíða. Og þegar Guð setur okkur á stað sem dimmur og óskiljanlegur, hvað gerum við þá? Hörfum við? Verðum við passív og lokum hjartanu? Eða flýjum við og reddum málunum sjálf? Stöndum við stöðug, leitum við drottins og treystum við honum? Það hvernig við bíðum leggur grunn að þeim karakter sem Guð að byggja upp innan með okkur og byggja okkur í að vera. Ef Guð ætla þér að stíga út, þá mun hann leiða skref þín. Ef Guð ætlaði kyrrstöðu, þá hún ekki tilgangslaus. Vökvaðu staðinn þar sem þú ert á. Ef ætlaði að standa eins og stytta, akkurat hér, vökvaðu það. Leitað hans, vertu hjá honum, leggstu við fætur hans. Sinntu þessum stað vel. Vertu trúföst eða trúfastur, hvar sem þú ert. Og eins og ég sagði hann, biðstaða mér ekkert auðveld. Mér bara eðlislegt að framkvæma. Ég þannig gerð. Sumir hafa líkt mig við múrbírót eða vél, svona katarpillar sem að brýtur niður hraunið. Ég á það til að fara svolítið og valta áfram. En ég hef samt sem að lært það í göngunni með Guði að þegar hann hefur sett mig á ákveðin stað og eftir ég aðeins búin að, skulum að orða þannig, þetta verður ekkert bara svona já drottinn, ég alveg sátt. Það ekkert alveg alltaf þar. En ég hef líka lært það sem gerist að ef ég bara á punktunum og ég fer að snúa og skoða hvar ég núna, hvar mig ætlað að standa á þessari trúagöngu minni, þá alltaf eitthvað sem ég get gert. Ég þarf ekkert að stíga út fyrir og ég þarf ekki að byggja hús, en stundum bara nóg að vökva þessa jörð sem ég stend á. Stundum nóg að vera til staðar fyrir einhvern, stundum nóg að vera inn í fjölskyldunni inni og byggja hana upp. Stundum það staðurinn sem þú átt að vera á. Og ef þú ert hérna í dag og hefur verið í biðstöðu og ert í biðstöðu, ætla ég hvetja til þess að biðja Guð að hjálpa þér að standa, taka á móti og trúa því að fjársjóðurinn sem í myrkrinu, að hann mun ná honum fram, hann mun draga fram
allt sem hann ætlaði. Ef þú treystir honum, ef þú gefur honum. Og ef Guð kallaði til að stíga út, þá mun hann leiða þig. Og ef hann er að kalla þig kyrrstöðu, þá er hún heilög. Við erum heilög. Við eigum að hugsa okkur sem heilög. Heilagur líður Guðs. Og ef við erum í kyrrstöðu og finnum að það er Guð sem setur okkur þar, þá er hún í áætlun Guðs. Treystum því. Kyrrstaða hjá Guði er aldrei tilgangslaus. Aldrei. Við skiljum hann ekki. Og stundum líða 20 ár og allt í einu skiljum við, já, þarna, nú skil ég hvað gerðist þarna. Það var fyrir þetta augnablik. Það var akkurat hér, þú varst að undirbúa mig fyrir þetta augnablik. Og ég ætla bara að biðja ykkur að biðja með mér að við leggjum þessa aðvendu í Drottins hendur. Og Drottin, við erum ekki með öll svörin, en Drottin hjálpaði okkur að vera með opin hjörtu Jesús. Drottin, þú sérð biðina sem við stöndum í. Þú sérð óvissuna, þú heyrir spurningarna sem að koma, Drottin. Þú sérð vonina sem að kviknar innra með okkur. Hjálpaði okkur, Drottin minn, að vona á þig. Hjálpaði okkur að lyfta þér upp og trúa því að þú hafi stjórn á öllum kringumstæðum. Líka þær sem við skiljum ekki. Kennd okkur elsku Drottin að treysta þér í myrkrinu, Drottin. Kennd okkur að hlaupa ekki á undan. Gefðu okkur frið í alla kringumstæður. Hjálpa okkur að flýja ekki frá þér. Flýja ekki vilja þinn, Drottin. Og ég bið, Drottin, á meðan við erum í þessari kyrrstöðu, mótaðu okkur, Drottin minn. Hjálpaðu okkur að þola. Hjálpaðu okkur að þola að vera leir, Drottin minn. Hjálpaðu okkur að þola að vera bara mótu að þann hátt sem að þú veist að er okkur til góða, Drottin minn, og þér til dýrðar, Drottin. Hreinsaðu hjört okkar frá ótt og óþolinmæði, Drottin. Fyllt okkur af von sem stendur stöðug, Drottin, jafnvel í þögninni Jesús. Drottin, hjálpa okkur að bíða eftir þér, Drottin minn. Hjálpa okkur að vona þig, Drottin minn. Hjálpa okkur að gefa þér líf okkar, Drottin Jesús. Og að lokum langar mig að segja við ykkur, Guð er aldrei seinn, hann er alltaf nákvæmur. Trúum því að hann er almáttugur Guð. Takk fyrir. Takk Jesús. Heilagur Jesús. Amen. Takk Jesús. Amen. Amen. Þarna koma. Amen. Takk svo afa fyrir orðið. Halleluja. Mér er svo gott að hugsa til þess að þegar við erum í þessari stöðu að bíða okkur finnst ekkert gerast. Eins og hann sagði að við vökum samt garðinn okkar. Við vökum staðinn sem við erum á. Við höldum áfram að biðja. Við höldum áfram að biðja. Og það eins og hann sagði, það þarf ekki að vera að Guð breyti aðstæðum okkur strax. En þegar við biðjum, þá breytir hann alltaf okkur, hjarta okkar. Hann gefur okkur von, hann gefur okkur frið þrátt fyrir aðstæður okkar. Hann gefur okkur styrk til að standa. Þannig að við skulum ekki hætta að biðja þrátt fyrir að við kannski heyrum ekki svarið. Eins og hann sagði þá liðu 400 ár frá síðustu bók Biblíunnar þangað til Jesús kom. Ísraelsmenn, þau biðu komu frelsarans. Þau biðu lengi. Svo kom hann. Svo kom hann inn í heiminn. Fæddi sem lítið barn sem var lagt í jötu og við þekkjum þá sögu. Og hann segir í Jóhannes Guðspjalli að hann kom inn í heiminn og hans fólk þekkti hann ekki. Það þekkti hann ekki. Tók ekki við honum. Hafnaði honum. Og í dag eru gyðingarnir ennþá, margir hverjir, þeir eru ennþá að bíða eftir frelsaranum sem átt að koma. Frelsarinn sem kom fyrir 2000 árum síðan. Og það er kannski einhver hér í dag að þú ert að fylgjast með á netinu
að þú ert að bíða eftir einhverju tilgangin í þitt líf, einhverju sem að fyllir tómarúmið í þínu lífi. Og það er aðeins Jesús sem getur fyllt tómarúmið sem í þínu lífi. Það er aðeins Jesús sem getur komið með fyllingun í þitt líf. Það er hann sem hefur tilgang með þitt líf. Tilgangu þinn í honum. Og ég hveti til þess að taka afstöð með honum í dag. Ekki bíða lengur. Ekki vera á þessum stað biðarinnar lengur. Heldur taktu ákvörðun að fylgja honum. Hann kom inn í heiminn til þess að mæta þér. Hann kom til þess að taka þínar syndir, allt það ranga sem þú hefur gert, á sig. Og hann fór upp á krossinn og hann dó í þinn stað. Hann dó í okkar stað. Til þess að við mættum fá að eignast samfélag með hann. Til þess að við getum gengið inn í samfélag við Drottinn Jesú, við Guð okkar. Til þess að við mættum eignast eilíft líf með honum. Þannig ég vil gefa þér tækifæri í dag til að segja já við honum. Opna lífið fyrir honum, opna hjartað fyrir honum. Segja já, Jesús, þú ert Drottinn í mínu lífi. Þú ert leiðtogi í mínu lífi, ég vil fylgja þér. Opnum hjartað okkar fyrir honum og hann kemur inn með sína nærveru. Hann kemur inn og hann breytir lífum okkur til þess betra. Lyftur okkur upp á nýjan stað. Tekur okkur frá dýrð til dýrðar. Leysir okkur, læknar okkur og gefur okkur lausn. Og ef þú ert á þessum stað þú þráir að fá þennan Jesú inn í þitt hjarta, fá Drottinn Jesú inn í þitt líf og fylgi honum, þá ég vil fá að biðja með stutta bæn. Og við skulum öll rísa á fætur og við skulum biðja saman. Og ég hveti að gera þessa bæn að þinni bæn í dag, að taka á móti Jesú inn í þitt líf, opna hjartað fyrir honum og segja já við honum. Við skulum biðja saman. Drottinn Jesús, ég kem fram fyrir þig í dag og ég vil opna hjarta mitt fyrir þér, opna líf mitt fyrir þér. Komdu inn í líf mitt, vertu minn frelsari, vertu leiðtogi minn. Ég vil fylgja þér, ég vil gefa þér mitt líf. Ég játa með munni mínum að Jesús Drottinn. Og ég trúi hjarta mínu að Guð hafi vakið hann upp frá dauðum og hann lifir í dag. Ég þakka þér fyrir að ég tilheyri þér, ég þitt barn og ég get komið fram fyrir þig mitt í mínum kringumstæðum og þú lyftir mér upp. Takk Jesús fyrir að þú ert sá sem þú segist vera. Þú ert sannur og raunverulegur og þú ert minn Drottinn. Í Jesú nafni. Amen. Amen, amen, amen. Halleluja. Við ætlum að enda stundina í dag. Við ætlum að lofa Guð allavega í einu lagi. Og ef það eitthvað sem að þú ert að berjast fyrir sem þú vilt að við stöndum með þig sérstaklega í bæn, þá býðum við velkomin hérna fram og við viljum býðja með þér. Annars slítum við stundinni, förum svona í Kaffi Paradís endilega og fáum okkur kaffi og súkkulaði og eða eitthvað, en fyrst og fremst eigum samfélag saman. Eigum samfélag saman. Deilum lífinu saman. Segðu einhverjum hversu gott það að hitta. Segðu einhverjum hvað þú ert að berjast við. Stöndum saman og deilum lífinu saman. Amen. Eigum samfélag saman. Svo minni ég á þriðjudaginn bænastund, næsta sunnudag aðvendustund, svona fjölskyldustund og aðfangadag klukkan 16:30 hátíðastund áður við förum og eyðum kvöldinu með vinum og ættingjum. Amen. Guð blessi ykkur, gott að sjá ykkur í dag. Sjáumst á þriðjudaginn, svo sunnudaginn og svo aðfangadag. Guð blessi ykkur.
var orðið og orðið myndi bráðum verða hóp. Aðeins fæddist til að frelsa, Jesús. Lífið var ljós, ljósið skín í myrkri og ríki ljósins mun aldrei ganga á grunn. Að týndum leitar til að frelsa, Jesús, Jesús. Hann gengur á vatni, hann stöðvar fær sjón, hann stendur í eldinum helgir. Sem ljón valdið hefur, sem land eitur var, hann kemur og læknar öll meiðin. Jesús. Hans nafn góð.